að segja því sem eru þarna aftast nú einn stóll laus. Því sem kemur fyrstu bæ, hann rólegur. En ég sko með ég ætla að byrja á að segja, að setja upp gleraugun. Hvað ætlir þú sjá hann laus, eins og maðurinn sagði. Hér í Eyjum, reyndar. En sæl öll og til hamingju með daginn og hátíðina og þennan yndislega dag sem kemur mér satt að segja ekkert á óvart. Þetta var svona öll sumrin sem ég var hérna. Og allt annað hefði komið mér verulega á óvart. En það er nefnilega gott að vera Vestmannaeyingur. Það er eiginlega fötlun að vera ekki Vestmannaeyingur. Eins og sessunautur minn hvíslaði að mér hérna áðan. Ég segi ekkert hvernig það var. En ég vil fara okkur. Og ég var svona að dvelja lengi, sko. En það nefnilega vill hann til að bara fyrir, sko, ekkert svo löngu, þá fannst kassi í geymslunni hjá henni mömmu og þar voru ýmsir hlutir frá 7. og 7. áratugnum þegar ég var stelpa hérna í Eyjum. Sjóðheitt bréf með fullt af fréttum, sko leyndarmálum, alvöru leyndarmálum og sko bréfin voru mjög löng í þá daga og vinkona mín einn til dæmis skrifaði mér bréf og sagði skrifaðu fljótt, þá færðu 38 síður frá mér. Ekkert smá sem hefur skilað hér í bænum. En sko ég var sumsi hér fyrstu 17 sumrin og man bara eftir góðu hlutunum og nema hvað í þessum kassa sem ég sagði ykkur frá. Ég verði að hafa þetta einhvern veginn, nei ég verði að hafa þetta svona. Þá var þessi flétta. Og þessi flétta er að mér og sumir fólki finnst hún sko dálítið óhugnaleg þegar ég dreg hana svona upp eins og ég sé að draga eitthvað upp úr gamalli gröf. En mér finnst hún sko yndisleg og þetta sko, hún geymir í sér sumar og sól eins og best gerðist hér í Eyjum og gerist í Eyjum. En ég hef eiginlega aldrei komið hingað nema á sumrin því að ég kom hérna náttúrulega í gósinu og þá var vetur, en það var engin venjulegu vetur, það voru náttúrulega hamfarir og nánast heimsendir fannst maður eða fannst manni og þegar ég segi heimsendir þá verð ég að segja ykkur aðeins frá henni mömmu minni, henni Svövu Jónsdóttur frá Kirkjubæ. Þegar hún var stelpa hérna í barnaskólanum, þá var heimsendir spáð einn daginn klukkan 3. En börnin fóru öll í skólan og þegar skóladegi lauk, þá fóru þau heim, nema börnin á Kirkjubæ, því það þótti allt og langt að fara og heimsendir hefði getað orðið á leiðinni. En nú klukkan tifaði náttúrulega og hún var 3 eins og þið hafi kannski þegar giskað á, þá var það ekki heimsendir. Og mamma orðið 92 ára og man náttúrulega allt vel. Og hún var sem sé frá Kirkjubæ, frá Ólafsbæ eða Miðhlaðbæ, þar sem amma og afi áttu heima frá 1920, afi dó reyndar löngu á undan ömmu. Og hún fæddist þar og ólst upp með systkinum sínum Öllu og Sigga og svo sér sjálfurinn náttúrulega og hún átti sér alltaf þann draum að ég yrði loftskeytamaður og mamma. Þetta var sko þegar allt var svo miklu einfaldara heldur en það er núna. Það var bara gamla gufan og gufunesradio og bátabylgjan en ég hugsaði sko það er ekkert svo langt á milli þess að vera fréttamaður og loftskeytamaður. Það var hlusta á hvoru tveggja og það voru fréttir hvoru tveggja. En allavega, ég ætla nú að vera bara frekar fljót því að ég veit að tíminn líður sko og ég búin að skrifa bók Kirkjubæ, ég ætla að halda mig við Kirkjubæina innan girðingar eins og ég væri eina beljónum þarna austur frá og ég búin að skrifa bók þannig ef þið hafa einhverja spurningar þá kaupið bókina með vantar pening. En allavega, hús ömmu var eitt af 5 húsum þarna austur frá og þau voru öll undir einum og sama kirkjubæjarhattinum þóttu hétu hvert sínu nafni og það var náttúrulega, þetta voru björt og myndaleg hús og það voru inn á milli fjós og hlöður og kofar og rababari og snúrustaurar og hvönn og baksturslykt og það var alltaf eitthvað nýbaka með kaffinu og nú leggur til mér þessa baksturslykt og ég ætla bara að fá ykkur til þess að ekki ganga með mér þarna austur eftir.
Við hlaupum, því eins og Sigurður Ingi mágur minn sagði borð í Herjólfi áðan, það var rosalega langt þangað þetta. Og ef einhver veit það, þá veit hann fylgdi henni Jónu 1000 sinnum þarna að vera svona landsáður. Svo þetta eiginlega eini mælikvarðinn á lengdina austur á Kirkjubæ. Og við hlaupum því tíminn stuttur. Við hlaupum upp heimagötuna, frekar en sólíðina, af því við ætlum að koma við í Felli og hjá honum Arnari Sigurmundssyni sem þar í sínum afgreiðsluslopp og við ætlum að kaupa ísuflög handinu ömmu, vorum mjög ánægð við það. Svo náttúrulega Bólstaðarhlíð fljótlega á vinstri hönd og Laufás, svo Svanhóll og Háigarður og Vilborgarstaðir og Hlaðbær, þar sem Loftuvinur minn átti heima. Og svo erum við að verða þessi þáttaskil og við erum komin upp í sveit. Vilpan á hægri hönd og eins gott að hafa munnin kyrfilega lokaðan svo brunnklukkurnar ljú ekki upp í mann og þar voru baneitraðar. Og svo Vallatún, þetta fallega hús sem telst strangt til tekið ekki til Kirkjubæina, en við látum það algjörlega liggja milli hluta, því þarna gugga vinkona heima og þetta hús bara inn í öllum fundveginum, þessi suður. Og hún á þarna heima með foreldrum sínum og systkinum og það eru sem sé Tóta, mammenar og Gauji Gerði pabbinar og Gauji Gerði var alltaf með grín og bros á vör og hann einu sinni bauð hann sonum sínum á grillir í Hótel Sögu í grillið og þá voru þeir fyrir sunnan í henni Reykjavík sagði og þeir gerðu sér góða máltíð að góðu en þegar þjónninn kom með reikninginn þá brosti Gauji bara og sagði ég borga þér nú bara í fíl og rófum í haustvæng. Þetta svona svolítið eins og djöflaðeginu. Ég alveg tekið þetta atriði upp úr frá Gauja og pæli hvort það ekki einhver peningur í því, öfndugur. En allavega, við Gugga hengum mikið í Vallatúni og þetta var náttúrulega á bílatímabilinu. Og við hlustuðum lón og dón við vorum þarna inni, krakkar og unglingar voru mest úti á þessum dögum. Og nema við værum eitthvað verulega mikið eða bara við að vinna í hraðinu eða fiskvinni. Og nema hvað ég hafi fundið í kassanum. Þetta launamiði frá hraðfrystistöðinni. Þetta síðasta vikan í ágúst 68 og inn í þessu kvittun að ég hafi greitt 500 krónur í ársgjald til verkakvennafélagsins sem hét Snót. Mér finnst þetta bara gull og gersemar. En allavega við hengdum þarna uppi og hlustuðum á bítla og stónskautur og einhvern veginn rak allar nýjar plöturustur á Kirkjubæ eins og þetta væri þjóðbraut bara heimsins. Paul McCartney var okkar maður. Hann var ótrúlega líkur Jóa í Suðurbæ. Það var varla hægt að greina mun, þetta var svo mikið góðsætt tíma fyrir Jóa í Suðurbæ og dökka hárið og brúnu augun. En þegar ég horfði á Jóa þá sagði ég, já, þú ert líkur Paul McCartney. Og þegar þetta bítlaæði þarna í algleimingi, þá gerðist eitt annað. Ég var að týna þetta. Það verður bara, við hringjum bara, ekki alþingisbjallan einhvers staðar? Nei, henni verður hringt eða ég verður ekki. Hvað haldið þið? Mari frænka mín, hún gaf mér þetta 61. Kannist þið við þetta? Paul McCartney með gítarinn sinn. Og svo bara, það var ekki fyrir ég var að undirbúa þetta að koma hingað, að ég áttaði mig á því það hangi hérna. Þetta viskustýr. Og hvað segir það? Það segir að ég vaska upp með Paul McCartney. Það var bara þannig. En allavega við við Gugga skrifuðum Bítlunum. Það voru allir að skrifast á þessum tíma og við bara skrifuðum þeim. Komum þessu bréfi einhvern veginn saman, röltum með hann í bæ eða ón eftir, eins og Tóta mamma sagði alltaf á sína vísu. Og komum þið í póstinn og það flaug yfir hafið og heim til Bítlana því við fengum allavega svar. Og þetta var svarthvítt kort með brosandi mynd af Bítlunum With love from John, Paul, George og Ringo. Og ég við bara náttúrulega áttum ekki orð, við vildum ekki átt kjaftstopp, en það voru við þarna. Skiptust á að halda á kortinu og veltum því á alla kanta,
komum svo að því heiðursmannasamkomulagi við skildum geyma þetta annarkvort í Vallatúni eða í húsinu heima hjá ömmu. Og fór sem fór, og hvílir það bara neðanjarðar. Eins og annað, ég er búin að leita þessu dyrum og dingjum, ég er ekki alveg búin að gefa upp alla vona, ég ætla að reyna. Við fórum að Paul McCartney í haust, nokkuð saman. Og mér langaði svo að standa upp og kalla, Paul, manstu ekki eftir bréfið? Og hann hefði örður sagt, jú. En allavega það má láta sig dreyma. Nú hlaupum við sem sé úr Vallatúni yfir í Norðurbæ. Þar búa Maggi og Dísa með börnin sín, meðal annars svona Báru vinkonu mína. Og það er alltaf líf og fjör í Norðurbæ. Maggi á þönum og kýrnar og súrreisturnin sem er bara eins og gameskip, þetta er eitthvað svo nýstálegt. Og Dísa alltaf svo pollróli. Það er líka grallaragangur í Norðurbænum. Og einn daginn höngum við Gugga svona í tröppunum fyrir framan útidyrnar og bíðum eftir Báru. Svo höllum við okkur svona niður og horfum niður í kjallartröppurnar. Bróðir hennar einn veit af okkur. Hann skýst upp kjallartröppurnar, rífur niður þessu frækurnar, 1, 2 og 3, upp aftur og við glitti í bakhluta. Þetta heitir að múna eða allavega þetta var náttúrulega saga til næsta bæjar og við glemdum þessu aldrei og nú er ég að segja frá þessu hér í þessum virðulega félagsskap. En allavega, ég man líka eftir því að við vorum nú grallara líka Ég man eftir því að við, einn af yngstu bræðurum Báru var fyrir barðinu á okkur. Við vorum vorum náttúrulega alltaf að borða, við lifum á náttúrunni, hvönn og hundasúrur og allt þetta. Svo týndum við hundasúrur, dálítið stórar og flottar, smurðum þær með kúamykju og lögðum svona saman eins og samlokur og gáfum yngsta bróður og sagðum, þetta eru hundasúrur með jarðarberjasalti. Og hann borðaði og var ekkert meint af. En þetta voru flóttir krakkar í Norðurbænum og ef eitthvert kirkjubæjar barna hafði viðskiptavit, þá var það hún Bára. Þótt ég ætla að ljóstra því upp hér og nú, hún ætlaði alltaf að vera hjúkrunarkona. En það fór sem fór, ég ætlaði líka að vera loftskeytamaður. En kirkjubólinn næst í röðinni, það er hæsta húsið og þangað niður á skorstein er 53 metrar. Þetta sagði Páll Sófóníasson mér þegar ég var að vinna leiðsögnina eldheima. En þarna átti sem sé Kristján Þór Valdimarsson heima hjá afa og ömmu, sem í fyllingu tímans reyndar afið hans og amma gáfu Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni mjög greinagóða lýsingu á upphafi gossins og þessa lýsingu má líka finna á heimaslóð. En það var svo blíður andi alltaf á kirkjubóli og þessi andi stafaði frá henni Þóru sem er einhver mildasta kona sem ég hef hitt á ævinni. En það var engin blíða í fyrirrúmi þegar við krakkarnir spiluðum fótbolta á túninu þar við hliðina. Þetta var náttúrulega á þeim tíma þegar ekki var gert ráð fyrir stelpum í fótbolta, en við bara stofnuðum okkar eigið lið. Það hét Íþróttabandalag Kirkjubæja og það var skammstafað IBK og við áttum okkar eigið lag, við sömdum texta einhvern veginn, við gamla smellin My Boy Lollipop og það var einhvern veginn sparkaði boltanum Pétur, verðu markið, Helgi, þetta var eitthvað svona, þetta var rosa blað. Við vorum í þessu af lífi og sál, en við vorum náttúrulega í Íþróttafélaginu Þór og á veginn já, ég meina Guð var í Þór, amma var í Þór, það var alltaf betra veður þá. Heyrðu, hér er jólakortið og það er ljósmynd Oddgeir Kristjánsson og þetta er jólin 1967, gott og farsælt komandi ár, Íþróttafélagið Þór. Stökur þetta ekki frábært? Þetta eru formminjar, En allavega, við hlaupum þarna, við erum sem sé á kirkjubóli og hverjum það í keppniskapi, hlaupum niður brekkuna til vinstri, tími líður, og þar var það sem kallað var austri, heima hjá ömmu, eða heppuhús, eins og ég kallaði það, og heppavinkona okkar átti heima þarna, og hún var náttúrulega dóttir Péturs Guðjónssonar, lundaveðumanns í Ellirey, eins og sagt er, og Lilju Sigfúsdóttir konar hans sem vann í þurrhúsinu. Þá voru allar konur heimaveinandi, þannig það var dálítið merkilegt að hún vann úti. Og hún var með gleru að það var ekkert sérstaklega merkilegt, við vorum ekkert svo að pæli því, að allir sín sérkenni á Kirkjubæ. Og eina minningum hans til dæmis er svo að Pétur kemur gangandi eftir götunni og reykjarstrókin leggur til himins. Fyrst sér maður reykinn, svo sér maður Pétur.
Og saga segir að þegar gaus þá hafði hann skroppið út að líta á aðstæður áður en heimilisfólkið yfirgaf húsið, svo hafði hann farið inn aftur og gripið sígarettupakka sem lá við hliðina á peningaveskinu hans. Hann skildi veskið eftir. Annað tók hann ekki með sér og ég bar þetta undir Brynju, vinkonu okkar allra, og hún staðfesti söguna. Þannig þetta rétt. En allavega spörgott fyrir ofan húsið var legsteinninn. Ég man að við héldum eins og fyrirvarðarsamkeppni við stelpurnar þarna. Ég veit ekki að hvaða niðurstöðu við komumst þar, ég man það ekki. Það hafi verið eitthvað bardagi hver væri fegurst. En allavega þar við erum sem sé að nálgast Suðurbæ. Þessi græna þak og öfluga búskap. Þar Tobbi sjálfur eins og þjóðhöfðingi í fasi og Helga konan hans. Tobbi var mjög svona fámáll, dökkur yfirlitum og virðulegur. Og þegar við Bugga fengum fyrstu launavinnun okkar hjá honum, við vorum mjólkurpóstar og hristumst alla mótna aftan í landráðvellum hans með glerflöskurnar og hlupum með þær upp tröppurnar að útidyrum fólksins í bænum. Þá vorum við takmarkalausa virðingu fyrir honum. En þarna á sem sé Jói McCartney heima. Og það er nú ekki lítið. Og við krakkarnir slóum stundum upp bönnum þarna í bílskúrnum í Suðurbæ. Og þá voru bílalögin náttúrulega á fullu, þangað til allt datt skyndilega í dúnalogn. Og við bara einhvern dansstellingum. En skýringin var þá sú að rafmagnsnúran úr þessu risavaxna segulbandi, þið muni hvernig þetta var sluð, lá inn í húsið einn af gluggunum og nú hafði sem sé einhver fengið nóg af djöskotans háa. Það hitt og saman. Og þá spyrjum við, hvernig hægt að finnast bílalög ekki skemmtilega? Og aldrei skildum við ekki neitt, frekar að stelpan sem mamma sagði mér frá, sem var send í hús að kaupa rjóma. Og þetta var svona í hennar tíð, þegar skilvita og skilja voru enn í íslensku máli, en þó á undanhaldi og tengdust vinnslu á rjóma úr mjólk. En þegar konan kom til dyra sagði stelpan hafi verið send að kaupa rjóma. Ég hætt að skilja, væna mín. Stelpa var dálítið hissa en ég var send hingað til að kaupa rjóma og konan sagði aftur, ég hætt að skilja, væna. En þá hljóp þessi stelpa heim alveg furðu lostin og sagði dálítið ergilega líka, hún hætt að skilja, helvítis kettlingin. Jæja, ballið búið í Suðurbæ og við ætlum að rölta aðeins fáein skref í vestur til sómahjónanna sem að þar búa, það eru Sala og Jón og þarna búa þau ásamt Gunni í því sem kallað vestri í húsi ömmu. Og það er svo gljáfætt allt í húsinu að hún spegla sig í eldhúsgólfinu. Gerður Pálma, þið kannist við hana ábyggilega. Já, hún var sumarstúlka þarna eins og við Jóna hjá ömmu, Jóna systir sem hérna, við vorum sumarstúlkur hjá ömmu. En sko þær voru nokkrum árum eldri en við, þessar skvísur sem það vissulega voru, en okkur fannst þær bara konur. Og þegar við heyrðum sko, ég heyrði eins og það var eins og jarðskjálfti. Þetta var fyrir Surtseyjargos, það var jarðskjálfti sumar, mjög snarpur, þannig að sumt fólk á Kirkjubæ fór út úr húsi. Og við sváfum allar í sama herbyggi, ég og mamma og Jóna, og hrukkum upp og Jóna með andfælum og kallar mamma! Og ég átti ekki aukatekið orð, ég sagði bara abba babb, eins og maður sagði þarna, 1960 eitthvað. Kona, að kalla á ömmu sína. Þá var Jóna 16 ára. Og hún minni mig sko stöðugt á þetta, hún myndi mig síðast á þetta bara áðan, þegar við vorum á leiðinni hingað. Jæja, en hérna næsta hús ömmu. Og þar náttúrulega sko Mari, þið þekkið Mari, og hún á reyndar heiðurskilin fyrir að hafa haldið þessu kirkjubæjarliði saman. Ár eftir ár hafa þau runni boðið öllum heim, 23. janúar, í kaffi og söng. En sko þetta hús ömmu var náttúrulega mitt upp á Halls og þangað þetta var bara stöðugt líf eins og þið munið eftir sko. Og við vorum náttúrulega í sveit, það voru kýr og kindur og kettir og sama fólki kom á hverjum einasta morgni að kaupa mjólk á brúsa og þá var skrafað og skeggrætt eigana gagn og nauðsynjar. Amma var dálítið merkileg kona, hún var það í alvörunni. Hún hérna sko ef hláturinn lengi lífið, þá sannaðist það á henni, hún var næstum 105 ára.
og bjó yfir miklu æðruleysi og trúarstyrk og þegar sorgin knúði dyra í húsi hennar, þá stappaði hún stálinu í sitt fólk. Hún hafði stóra sál og rými fyrir allt líf. Hún hafði séð álfkonu þegar hún var stelpa í mýrdanum sínum og trúði því að algjörlega hún hafði séð hana. Hún var bergdreimin og útilokaði sem sé aldrei að það væri meira en augun sjá. En hún var líka léttlynd og eins og ég segi, hló mikið og hláturmild og hafði gaman að segja sögur um lífinu. Og hún sagði til dæmis eina, hún sagði þetta Jónan og Jónas sagði mér, svona gengur þetta í erfðir. Og saga var af fátækri konu sem bað Guð að hjálpa sér í vesöld sinni. Hún gerði þetta svona upphátt út undir beru lofti og það voru nokkrir grallara peyjar sem heyrðu hana biðja svona til Guðs hjálp. Svo þeir fóru í kjölfarið og söfnuðu saman nokkrum smápenningum. Svo skildu þeir eftir peningana við útidyrnar hjá henni og biðu svo í leyni þangað til hún kom út alsæl yfir því sem hún sá og þakkaði Guði hjálpina. En það eru náttúrulega ýmsar leiðir í kristinni trú. Jæja, en við erum hérna að það mála linni. Við erum bara að hlaupa hingað aftur og kveðja kirkjubæjarliðið, eða kirkjubæjarskrýnin eins og þið vitið að það hefur verið kallaður. En nú gæti sko orðið breyting á. Því síðastliðin 2 ár hafa kirkjubæingar sem að hérna komið saman eina kvöldstund í Akókes í henni Reykjavík. Slegið þar á létta strengi í tali og tónum, borðað góðan mat og borgað í fíl og rófum í haustvæmi. Og nú stendur þetta aftur til í haust, 14. september. Við Bára vorum náttúrulega sjálfskipaðir í þessa nefnd og sitjum þar sem að heldur utan þetta allt saman, undirbúningsnefndina. Sitjum þar sem fastast og mun aldrei víkja, nú samt vinum okkar, Jóa Makarney og Kristján og fleirum. Og þetta eru svona eins og, þetta er svolítið eins og sveimaklúbbur og eiginlega bara alveg svo við síðan hérna í Eyjum og Kirkjubæ. Það var mjög gaman. En á einum fundana sem að hérna haldið var, þá lagði einhver til að Kirkjubæjarskrýllinn skipti gír og héti hér eftir Kirkjubæjar elítan. Ég veit ekki hvað, þið meltið þetta, hugsaðu þetta. Við þurfum eina að fá samþykki frá ykkur, sko. Það er svo fast í Eyjamálinu, sko. En ég ætla að ljúka þessu með bara ástar og saknaðar kveðju frá þessari nefnd. Og svo ætla ég líka að ljúka þessu með kveðju sem hún mamma bað mig að skila til Heimakletts þegar ég lagði úr Landeyjahöfn. Og hún sagði, segðu við Heimaklett, ég mun aldrei gleyma þér. Takk fyrir mig.